Typpi er svona algengara orð yfir getnaðarlim karla. Getnaðarlimur karla eða typpi er það sem að karlmenn nota ef þeir vilja búa til börn. Ef að karlmenn verða fyrir kynferðislegri örvun, þá stækkar typpið. Það fer úr að vera linnt í að vera hart og standa beint út í loftið. Það gerist með því að það rennur blóð út í typpið en æðarnar út úr typpinu lokast. Þannig að það er í raun bara blóðþrýstingur sem að lætur það standa út í loftið. Án þess að standa út í loftið þá kæmist typpið ekki með góðu móti inn í leggönginu konunni. Það yrði ekki eins næmt fyrir snertingu eins og fremsti parturinn á typpinu verður sem kallast kongur. Og eins væri það mjög óþægilegt og í raun bara hættulegt að vera með typpið alltaf í, og þetta kallast standpína, því að þá myndu karlmenn reka typpið utan í, getur hugsanlega meitt sig. Þannig að það limpast niður þegar karlmenn þurfi ekki á því að halda og standur svo upp í loftið þegar þess þarf, er bara þrælsniðugt. Typpið er að mestu leyti úr svona svampvef. Þetta er vefur í raun sem tekur við blóðinu en linast svo niður. Það er engin vöðvi og ekkert bein í typpinu. Það eru vöðvar við rótina á typpinu sem stýra því svolítið hvort að, og svona hjálpa til við að halda blóðinu þarna inni og svona stýra því aðeins, en í typpinu sjálfu er ekki vöðvi. Við notum typpið líka til þess að pissa. Það er í raun sama rásin sem að sæðið kemur út og þvag, en það er sameinast við blöðruhálskirtilinn.